Farlega fólk, ég ringa på fredag, það fredag, það föstudagsþáttur og við fljúgum af stað. Og eins og venjulega þá hefjum við þáttinn á því að spjalla við gott fólk í sófanum og svona aðeins að fara yfir atburði liðinnar viku og svo framvegis. Og til mín eru komin þau Birgir Guðmundsson og Þórunn Sif Harðardóttir veriði hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur eins og ég segja. Já, akkurat. Og takk fyrir að þiggja boðið. Liðin vika, var hún merkið. Það var náttúrulega dagur íslenska tungu. Já, og Bragi Valdimar fekk Íslandsmeistaratitil eins og hann orðaði sjálfur hérna. Já, nákvæmlega. Það væri svona, jú, það er náttúrulega svona, þetta er nú að fara að verða bara svona fastur liður eins og jólin og páskarnir, sko. Já. Ég veit ekki hvort að maður segir þetta við prestinn hérna. En sé, sko, já, þetta er, ég meina alltaf svona og er skemmtilegt hérna fylgjast með því hvað verður, sko. Þetta er líka bara, það veitir ekki af því að hérna hampa íslenski tungu en að ég var nú bara að lesa í morgun að Færeyingar til dæmis eru með bökum hildar yfir hérna örlögum sinnar tungu. Bara eins og við höfum nú verið í lengi vel. Þú ert nú blaðamaður og starfar við náttúrulega. Já, fyrrverandi blaðamaður, sko, hafa þannig. Er það hægt? Er þetta ekki eins og hljómsveitir? Jú, það er þannig, sko. Það er eiginlega lífstíl, sko. Já, ég held þannig. Það er þannig, sko. En já, ég meina, tungan skiptir alveg gríðarlegu máli, sko, og alltaf held ég bara meira og meira svona til þess að hjálpa okkur að halda svona sjálfsmyndinni, sko. Já. Mér verður nú alltaf hugsað til þess að því ég lærði nú í Kanada, í Manitoba, í framhaldsnámi á sínum tíma og kynntist þar Vestur-Íslendingum ágætlega, sko. Og þar eru sko íslensk nýlenda sem er svona sko eiginlega bara kaffar svolítið í ensku mælandi umhverfi, sko. Og hvernig maður fylgdist með því hvernig hérna, eða ég fylgdist ekki náttúrulega með því, en sá hvernig þetta hafði svona þynnst út íslenskan og enskan varð svona, fór að taka yfir, sko. Guttorm Guttormsson skáld bjóð nú mér segja til, eða samtidig sko skemmtilegt kvæði sem hét Winnipeg Islander. Og sem byrjar sko einhvern veginn svona, sko, ég fór on á Main Street með $5 tekk og 48 riffil mér kaupti. Þannig að maður sér hvernig þetta svona síjast inn í hérna tungumálið. Þannig að og við erum að sumu leyti, sko, held ég í svipari stöðu, bara eins og Vestur-Íslendingarnir voru á sínum tíma, sko, að við erum í alveg vafinn þessu sem sé öðru tungumála umhverfi heldur en íslenskunni, sko. Já. Þannig að menn þurfa að halda vökunni. Og þeir gerðu, ég var nú þarna sko á síðustu öld, sko, ef maður hugsa til þess, en þá voru ennþá sko fólk sem að talaði íslensku, gamalt fólk, og unga fólki kunni hins vegar svona þessi helstu orð, sko, sem ég áttaði mér nú ekki á að væri svona mikilvæg íslensk orð, eins og vínarterta, sem er svona randakaka, sko, og hérna am og afi og eitthvað svona, sko, og gátu sagt eitthvað slíkt, sko. En þetta er, eftir sem ég skilst þá er þetta að deyja út og Lögborg Heimskringla til dæmis, blaðið það er orðið held ég eiginlega allt á ensku nú orðið, það var alltaf pínulítill hluti af því lengi vel á íslensku, sko. Já. En þetta er, já. Ég verði þetta er allt saman þróun. En ég get glatt ykkur með einu. Þið náttúrulega, sko, eigið barnabörn? Já. Ég get glatt ykkur einu. Ég sá að það er 5 ára drengur sem er búinn að búa til fræðsluefni eða skemmtiefni á íslensku með móður sinni tígristýr sem hann á YouTube. Hann var nú svo leiður á því að hérna allt efni sem hann skoða var á ensku. Hann fór bara að bjóða til sjálfur og nú stendur yfir söfnun, en hann ætlar að búa til meira. 5 ára. Ég var ekki að gera þetta þegar ég var 5 ára. Nei, ég var nú ekki hvað maður var að gera. Nei, við munum ekki svona langt. Nei, en það er svolítið því að það var ekki til YouTube þegar við vorum 5 ára. Nei, akkurat, það er örugglega þannig. En þetta framlag er nú ansi mikilvægt. Þetta er mjög skemmtilegt. Algjörlega. Og fréttnæmt, sko. Það er nefnilega vegna þess að þetta er sem sé óvenjulegt, sko. Þetta er óvenjulegt og skemmtilegt. En eitthvað fleira er nú, já, hérna, þú náttúrulega ert hérna sveitarstjóri. Já. Og þér eru útsvör ofarlega í huga. Já. Þú varst eitthvað augun í frétt hvað þetta varðar. Varðandi fjöldatölur, hvað eru mörg hérna á Íslandi eða ekki? Já, ég rak nú bara augun í það að það er eitthvað misræmi, sko. Já. Við virðumst vera 10.000 færri en áður var talað Já. Var það ekki rétt hjá mér? Jú, það sem sé bara skráðir Íslendingar eru 10.000 fleiri heldur en sko
raunveruleikin sko að telja menn að sé sko, cirka bát. Höfum mislagt einhvers staðar 10.000 manns? Já, þeir eru sjálfsagt bara einhvers staðar í útlöndum sem komi hingað og skráðu sig sem Íslendingar sko og hafa síðan farið eitthvað annað, það líklegasta skýringin sko. Okay. Og hafa ekki skráð sig í burtu sko. Þannig að þetta svona sko. En þetta náttúrulega sem skiptir kannski ekki höfuðmáli, þetta skiptir kannski einhverju máli ef þú ætlar að fara að rekna þjóðartekjur á mann eitthvað svona sko. Og það munar nú alveg 10.000 sálir sko. Já, það heldur betur. Já, okkur munar það. Já, það alveg ábyggilegt. Það ábyggilegt sko. En eitthvað sérstakt í svona það sem hefur á dagana drifið síðustu vikuna? Já, maður hefur nú aðalega bara verið að fylgjast í svona fréttalega sko, þá hafa allir fréttatíma verið meira og minna uppfullir af þessar bankaskýrslu sko, umræðin hana og það má segja kannski sko ánsum að ég sé að fara eitthvað að endurtaka mikið af þeirra umræðu sem í skýrslunni sjálfri sko og allir þessar umræðu sko á þinginu og hvernig menn hafa farið þar fram aftur, að þá það satt að segja svolítið óvinnlegt að 2 sko ríkisstofnanir sem sé bæði bankasýslan og svo eins og ríkisendurskoðun, hvernig að þær fara beinlínis í hár saman sko. Ég tók mér eftir því reyndar sko í fyrra kvöld þá að ríkisendurskoðandi sko sagði ok, ég ætla ekki að fara sko orðhnippa eða í orðhnippingum við bankasýsluna í fjölmiðlum sko. En þetta gerist nú held ég ekki mjög ofta að svona sko það með fara svona bara heads on sko þegar menn eru alveg bara tali einn í austur og hinn í vestur sko, mætast ekki á meiri leið eins og segir í kvæðinu sko. Nei, nákvæmlega. Það ekkert óvalega sagt að svona, já það var allavega ekki stigin samstíga vals. Nei, og svo skiptast menn bara og þetta eiginlega svolítið eins og þetta að verða hérna svolítið mikið að menn skiptast svo bara í fylkingar sko. Já. Bara og í sitt hvort áttina hjörðin með sko. Já, og hjólaði manninu ekki málefni endilega. Nei, ekki svo, en ég meina þetta náttúrulega hins vegar sko margt í þessu, þetta á örugglega eftir að verða sko áfram og áfram til umræðu sko hvernig þetta en traustið sem sé fer svolítið kannski út gluggann á stjórnsýsluna almennt sko. Dálítið. Eðlilega gerir það og þetta náttúrulega bara mjög slæmt mál. Já, algjörlega. Og hvernig á fólk að geta treyst? Já, ég meina það náttúrulega bara akkurat svoleiðis sko. En mér finnst hins vegar sko, ég verð nú að segja það að mér finnst náttúrulega bara fréttirnar afskaplega leiðilegar þessa dagana sko. Það nú bara þannig. Þú vildi kannski koma bara þessari kvörtun áleiðis til þína kollega? Það spurning. En auðvitað heilmargt að gerast í kringum okkur sem gleðilegt og ánægilegt. Já. Allavega það sem gleður mig þessa dagana, það náttúrulega veðurfarið. Já. Þó svo að ég sé mikil vetrarmanneskja og bíð eftir að komast á skíði, að þá þetta bara margfalt léttara og svona auðveldar að komast á milli og allt þetta og svo bara elska ég jólaljósin. Já, þau gleðja mann núna í myrkrinu. Já. Byrtu og ill. Já. Þessi tíðafæri náttúrulega sko alveg einstakt sko og hvort sem það nú til marks einhverja hamfaralínun eða ekki sko. Sem ekki það allavega fylgist þessari hvort það hlínun eða það fylgjaði náttúrulega hamfari sko. Ég vorum að ræða fram með áðan sko, hún missi nú á saumaklúbbi sko út af því skriðuföllum Grýtubakkarhreppi? Já, og athugum að það ekki snjóskriða heldur öskriða sko, sem ekki þekkt þarna sko, menn hafa nú verið að beina augunum sko austur kannski og fylgjast grannt með þessu hvað að gerast til dæmis á Seyðisfirði sko eftir það sem gerast í fyrra. En nú þetta sem sé orðið komið hingað og og reyndar sko var líka í Kinninni í fyrra sko. Í Kinninni og Ljósáskarðinu, þetta búið að vera núna. Þetta bara óhugnalegt sko. Já. Þetta sérkennileg þróun. Já, merkilega breytingar sko. Og þetta virðist nú hafa verið dálítið stór sko miðað við það sem var sko fyrst, sem að hélt fyrst sko. Já. Þannig að en það var mikil mildi að það urði ekki slys á fólki, það náttúrulega lenti þarna bíll með 3 einstaklega keyrði inn í þetta bara sko, ég meina þetta náttúrulega í myrkrinu sjá mann þetta ekki sko. Ég hugsaði ekki sjokkið. Algjörlega, þetta bara hræðilegt. En þetta náttúrulega sko, ég meina talandi að keyra í myrkrinu sko, það náttúrulega fylgir þessu alveg svakalegt myrkur sko, að það hafi ekki neitt snjó og til þess að lýsa upp sko. En þá koma ljósin sko. Þá koma ljósin. Hvað sko við erum duglega að
kveikja ljósin. Já, mér langar í pínuföl. Mér langar í pínuföl, bara til að hjálpa ljósunum líka. Aðeins, mér skrítið að vera að fara að hlusta á jólalög og það eru græntún og það bara hreinlega verið að bera á. Já, það er það. Og grænkálið að vaksa sem aldrei. Já, alveg rétt. Já. Ég keyri náttúrulega hér ströndina út á Svalbarðseyri á hverju morgni og það er bara svarta myrkur, sko. Og svo keyrir maður tilbaka seinnipart í svarta myrkri. Þannig að mér finnst voða gott að hlusta á jólalög. Já, það ekki? Jú. Þú ert farin að hlusta á jólalög? Já. Einu sinni var það nú eiginlega bannað eða þótti nú ekki til síðs að ég held að það hefur bara verið kirkjan sem stóð fyrir því að það var ekki fyrir sko á aðvendunni. Já, það klálega áður en ég gekk til þessi þarna. Sem starfsmaður. Þú ert fara bara að spila þetta strax, sko. Ég er óforbetranlegt jólabarn og ég er farin að laumast til þess að hlusta svona á einstaka eitt sko í lok október. Já. Alveg október. Já, í mánaðamótin október-nóvember. Mér til varnar þá náttúrulega eru kirkjukorar farnar að huga aðeins til dagskrá snemma í nóvember þannig að þú ert hvort er að fara að hlusta á einhvern anga þessu en mér finnst, ég fæ alltaf pínu eftir jólablús þegar það er búið að slökkva öllum jólalögum. Það var í nósku fegin. Já, ég veit það. Ég er algjörlega gegn straumnum þarna. Það eru margir sem eru guðslefandi fegnir. Ég man sko, þetta hefur breyst svo mikið ég man að þá tíð sko þegar ég var svona ungur maður í blaðamennsku sko að þá var það fréttnæmt að í rammagerðinni var settur jólasveit 1. nóvember og það var stundum tilefni til þess að sko menn hringdu í biskupsstofu og spurðu þetta nú við hæfi og hann sagði jafnan að þetta væri nú kannski dálítið snemmt en að þetta væri hugsað fyrir útlendinga sem sé að þá sem eru að fara að senda jólapakka út sko að þá var þetta nú alveg fyrirgefanlegt sko en nú eru aldrei önnur eins og segir sko og önnur boðor sem ríkja sko. Að nú er það bara sko allt komið jólaútvörp og ég veit ekki hvað og hvað sko. Já. En sem betur fyrir samt finnst mér þetta hafa fæst. Þetta var komið alveg í september nánast. Þetta horfir örlítið til betri var. Mér leiðast að sjá jólavörur og allt þetta sko. Já, fullsnemma kannski. Og líka sömuleiðis að fólk hætti öllu jólastandi bara þegar jólin loksins koma. Það er algjörlega galið. Njótið þess frekar akkurat þá að jólin eru. En það er langt í þau. Þannig að langt segirðu? Já, þetta styttist. Það er aðvendan hefst eftir viku. Já. En hjartans þakkir fyrir komuna, gott fólk. Takk fyrir. Og ég vonaði bara ánægjulega helgi. Já, takk. Ég hefði nú viljað koma því sko, að á morgun, á laugardag, að þá er Kvenfélagið á Svalbarðseyri með sinn árlega markaðsdag í grunnskólanum, Valsárskóla, og þangað ætla ég sjálfsögð að fara. Þar eru 25 söluaðilar með bása og það er kaffisala og ýmislegt, skemmtilegt þar í varningi. Er það svona prófnaði vettlingar? Já, eitt og annað. Það er bæði matarkyns og allskyns handavinna og handverk. Og þetta er opið á milli 12 og 4 og hvet alla náttúrulega til að mæta. En svona handverk og heimatilbúður hér að þið? Já, það er það. Sannarlega flottur markaður. Þetta er dásanlegt. Þá vitum við öll hvar við verðum á morgun. Já, algjörlega. Akkurat. Hjartans þakkir og góða helgi. Takk fyrir. Og það held ég nú.